gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að ræða hér kynþáttafordóma, rasisma á Íslandi og hingað eru komnir tveir menn. Það Tryggvi Skeving Thorsteinsson og Snorri Sturluson og það svo vill til að þið eigið báðir brún börn. Og hafið í gegnum þau orðið var við svona rasisma og kannski ekki síst í skólakerfinu. Við ræddum hérna saman fyrir kannski rúma ári eða eitthvað það bil. Og þið sögðu mér svona frá reynslu ykkar barna og ég man ekki hvernig við enduðum, hvort þau höfðu svona trúum að eitthvað gæti þokast og breyst og það er svona, þetta er mjög gaman bara að endurtaka samtalið, athuga hvað eitthvað breyst. Taka stöðuna? Já, ég meina þegar maður gekk hérna út fyrir þessum tíma þá var maður bara bjartsýnn. Og það í rauninni enn sko, ég meina maður sér að það hægt að gera bara mjög mikið til að bæta eða losa sig við þessa meinsemd sem í samfélaginu bara almennt. Og en það sem að ég hef lært það í rauninni að sem sagt mér finnst vera alveg svakalega mikið meðvitundarleysi gagnvart kynþáttafordómum. Og ég einhvern veginn upplifi sko sem sagt hvíta meirihlutann að hann bara fullur af sem sagt hræðslu og minnimáttakennd og vanmætti gagnvart fólki sem með erlenda bakgrunn og kemur annars staðar frá. Minnimáttakennd þannig að hann grunar að hinni innfluttu aðkomnu eða sem öðruvísi og eitthvað nátt séu ögrun ógn. Já, stíga á tærnar. Getur tekið eitthvað af mér sem ég hef. Já. Sigra mig í einhverju. Nákvæmlega. Það akkúrat það sem ég upplifi í skólakerfinu. Sko. Þannig að mér finnst sko eins og til dæmis skólayfirvöld og þá ég nú að tala skóla- og frístundasvið á landinu að þau þurfi að sko nálgast þetta á þessum forsendum. Að þú veist, hvíti meirihlutinn, hann þurfi fræðslu. Það þarf að taka utan hann og kenna honum að sýna fólki sem með annan bakgrunn, virðingu og almenna kurteisi. Þetta ekkert svo sem flóknar en það sko. Að vandinn þá rasisminn, eða kynþáttafordómarnir. Já. Og það eru hinnir hvítu sem hafa hann, eða ekki? Jú. Hinnir bleiku. Já. Laxableiku. Já. Það vandamálið. Já. Það vandamálið, já. En ef við byrja þar og þú segir að þessi meðvitundarleysi, þannig að þá getur maður hugsað að stór hluti hinna hvítu eru ekki svona virkir rasistar eða eru ekki að flagga kynþáttafordómum sínum, en eru meðvitundarlausir fyrir því sem að hinir gera, sem kannski minni hluti. Nákvæmlega. Og styður raunverulega rasismann með því. Er það einhvern veginn þannig sem að... Já, algjörlega. Ég held að þögli meirihlutin ég held að meirihluti fólk sé og það sýndi sem nú reyndar að vera áhugavert í kosningabaráttunum núna sko, þegar maður fór af stað með svona, maður fór svona ískyggilega af stað með miklum svona útlendinga fordóma áróðri sko, svona frá bara dálítið breiðu sviði stjórnmáluna. En svo dró úr því þegar kom skoðanakönnun sem að sýndi að þetta var nú bara ekkert sem að flesti kjósendur höfðu neina áhyggjur af sko. Það var mikill minnihluti og sko, þannig að ég held að þetta sé rosa mikið þannig eins og þú varst að segja í raun og veru bara að það ofsalega mikið af fólki sem ekki með fordóma, hefur ekkert sérstaklega áhyggjur af þessu, en það heldur ekki að fara að gera neitt í málu. En þeirra afstæði þá svo að við erum hvíta fólkið og þið eruð að koma inn til okkar og auðvitað það þannig að hluti af okkur með svona fordóma og það tekur bara tíma fyrir þau að læra og aðlaga sig og þið verði bara að setja ykkur við það þó svo að ógnin beinist að börnunum ykkar til dæmis og skaði mjög líf þeirra.
að þá svigrúmið sem að hinn þöggli, hann ekki þögglar en þetta, Nei. að hann gefur þeim sem flaggar rasisma raunverulega ótrúlegt svigrum. Já, og líka bara þetta afskipta leysi, sko, ef þú sérði einhvern beittan óréttlæti, þú veist, tala niður til hans eða kynþáttur hans smættaður, sko. Viltu, sem sagt, mér finnst að börn eigi að taka afstöðu, eins og til dæmis það að bara við bjóðum ekki engum upp á svona framkomu. Þú veist, það þarf að, sem sagt, vera með ákveðna innrætingu hvað það varðar. En þetta ég haldaði fram að þegar fólk labba framjá og sér brúnan dreng beittan órétti, Já. að þá labbar það framjá. Já, En kannski ef það væri verið að aðdirða hann fyrir að vera, ég veit það ekki, feitur eða já, eða verið að banka í hann eða eitthvað. fatlaður eða, það þannig að andúðin gegn hörnslit eða fólki af öðrum uppruna, að það hafi meira pláss. Já, ég upplifi það. Helvítis hommiðin, það þið kannski myndum að stoppa, en af því að vera að segja bara eitthvað varðandi kynþátt eða húðlit, að þá sé það látið slæta. Já, ég held að sé, sko, ég held að öll svona réttindabarátta, ég held að hún snúist nú bara alltaf það sama. Það eitthvað sem hefur valdið og það eitthvað sem er minnumáttar. Þetta ekkert öðruvísi heldur en bara kvenréttindabaráttan og svo framvegis, sko. Þú veist að við erum komin, þú veist, ansi langt hvað það varðar og það ekkert að fara með rosa langt tilbaka til þess að sjá bara algjör hliðstæðu í þessu og fordómum gagnvart bæði útlendingum svo sem hvaðan sem en sérstaklega af öðrum uppruna sem sagt af öðrum hörnslit, sko. Það er ekkert öðruvísi við þetta í mínum huga, sko. Og og þetta ekki, sko, og þetta birtingamyndirnar eru, þú veist, ekkert svona augljósar kannski eins og þú varst að lýsa, sko. Þú veist, það bara opaslega mikil það gengið fram hjá fólki, það hunsað og fær ekki tækifæri og svo framvegis, það ekkert endilega það sé, þú veist, ef að eitthvað staðar skapast orðræða þar sem að fólk bara með n-orðið á milljón eitthvað svona, þá held ég að sé nú alveg, þú veist, svona meiri líkur en minni á að eitthvað skerist í leikin eða þú veist að það sé eitthvað sagt og eitthvað gert, sko. Það hefur komið fyrir í skólunum hjá krökkunum mínum, sko, að það var eitthvað strákur sem að leta þetta orð falla og strákurinn okkar segja eitthvað frá því og við bara tölum í skólan og það er gert eitthvað í því. En það er bara svona margt annað sem að sko, sem að gerist og þetta er bara það sama þess að vísa ég bara í kvenréttindabaráttunni. Það er bara þessi bara glerþakið og allt þetta skilur sem að er ekkert sem að svona algjörlega borðleggjandi og augljóst. Og þetta eru hlutir sem að eins og segi, við höfum náð miklum árangri með á því sviði og við þurfum bara að halda því áfram á öðrum sviðum, sko. Já, það sem ég skil ekki hvað þetta gengur hægt í rauninni, því að nú eru kynþáttafordómar ekkert nýjar að nálinni og jú, kannski á Íslandi en mér finnst þetta sem sagt, mér finnst sko viðbrögð samfélagsins eins og til dæmis skólasamfélagsins við svona framkomu að mér finnst þau svo veik. Þetta er tekið svo léttvægt og það kannski kristallast svolítið í pósti, sko, sem að ég hef fengið frá skólayfirvöldum að þar til dæmis þegar verið að tala um ofbeldi eða eru pústrar og eitthvað svoleiðis að þá sagt já, barnið þitt beitti þennan ofbeldi og það er bara tekið svolítið sterkt til orða. Svo hefur líka fengið póst frá, sko, sömu skólayfirvöldum þar sem að rætt sem sagt að það leiðilega tilvik kom upp á skólalóðin í dag að einhver sagði að barnið þitt væri abi og gerði abaljóð og það var leiðilegt en þetta er náttúrulega bara ofbeldi og ósættanlega framkoma í garð viðkomandi barns. Það veiri svona þól gagnvart slíku ofbeldi sem beinist gagnvart þessum minnihlutahópi heldur en kannski öðrum minnihlutahópum. Já, og þá spyr maður sig, sko, er þetta eitthvað meðvindaleysi eða hvað er þetta? Sko, mér finnst, sko, Tryggvi, þú leggur svona áherslu á það sem að þetta bara birtist í svona augljósri mynd. En þú leggur áherslu á svona
hið ósagða og vísar í kvennabaráttuna og þá getum við bara rifjað upp að ég heyri ekkert hvað þú ert að segja, þú veist að þú ert kona og það bara, þú ert að reyna að koma ykkur fram á fundum og heyri bara stærsti hluti fundarins er bara ekkert að hlusta á þig eða jafnvel það sem þú ert að segja er einhvern veginn sett í samhengi við að þú sért kona eða brúnn og þar undir göttunum og þú færð ekki framgang og það er aldrei þegar að velja sko hverja ég vera gjaldkeri í húsfélagsins að þá gekk fram hjá því að við þekkjum þetta og þannig að þá erum við kannski með hennan meirihluta, hennan hvíta, þá er hann annars vegar sá sem eru bara virkir í rasisma og geta beitt ofbeldi í orðum og gjörðum og svo erum við og stór hluti lætur það viðgangast á þess að bregðast við ekki alveg í hinu grófasta eins og Snorri en síðan erum við kannski með miklu ofar sem að taka þátt í þessu svona að ef þú ert svona litinn þá ertu alltaf svona aðskota hlutur í okkar samhengi og það er þannig ekki, við heyrum ekki eins skýrt hvað þetta segja, af því að þú ert ekki, þú ert eins og útlendingur, við þekkjum það alveg, það skiptir minna máli hvað útlendingur segir. Já, algjörlega sko. Já, algjörlega, og svo er þetta, og ég, þú veist, andstætt við þig Tryggvi, sko, ég hef ekki alveg þessa reynslu, ég hef bara verið, sko, heppnari sennilega heldur en þú, sko, bara með umhverfið eða skóla eða eitthvað sko, það getur náttúrulega verið alls konar sko og svo er þetta þú veist, það er auðvitað munur á því hvar maður er og þú veist, fólk tekur bara mismunandi á hlutunum, það er auðvitað staðreynd sko, en þannig að ég hef ekki alveg sko eða strákarnir mínir ekki alveg rekið mér svona harkalega á sko, ekki það við vitum allavega, ekki fyrir utan þetta eina atvik sem ég myndist á sko og hluti af því reyndar er sá að við tókum strákan okkar út úr sem sagt grunnskólakerfinu í Reykjavík og fórum með þá inn í einkaskóla sem er alþjóðlegur skóli það sem er mjög mikið af þess að mér er bara fólk allstaðar á heiminum sko, talsett mikið af fólki með annan hörundslit en hvítan og þar er bara, og það er kennararnir eru flestir útlendingar og eða ef ekki allir og þar er bara allt annað umhverfi og þar er í fyrsta lagi er sko samsetningin á fólkinu þar er allt önnur bæði í starfsfólkinu og í nemendunum og foreldrunum en það eru líka bara allt aðrar reglur þar almennt háttsemi, hegðun, aga og slíka hluti og það er þú veist, þetta er önnur umræða dálítið líka sko, en tengist þessu samt sko, og það, ég var nú bara að lesa það í Vísi bara rétt áðan sko, að það er skólastjóri sem kemur fram og segir að agaleysi í íslenskum skólum er algjörlega óbáðlegt og mér blöskraði það þegar ég flutti hérna heim frá Bandaríkjunum að labba inn í íslenskan skóla og sjá kaosið sem var í gangi þar þetta var bara fullkomin glundróði og börnin voru við stjórnina hinn fullorðnir læddust bókstaflega með veggjum meðan að krakkarnir að slást á skólagöngunum. Og í svona umhverfi náttúrulega, þú veist, hvernig ætlar að, þú veist, framfylgja einhverju svona eins og þú ert að lenda í skilurðu. Þegar að það er bara engin virðing borið fyrir yfirvaldinu og stjórnendunum og það er bara allt í steik. Og þannig að þú veist, þetta tvennt skilurðu, pointið sem ég er að reyna koma fram með þessu er það að við löpum inn í allt öðru umhverfi í skólamálum sem sagt eftir 1 ár í venjulegum íslenskum skóla í venjulegum íslenskum reykvískum grunnskóla sko og þar fundum við umhverfi sem var miklu nær og raunverulega bara mjög nálægt í sem við þekktum úr grunnskóla sem sagt public school bara í Brooklyn sko og þar sem er ægi, það er borin virðing fyrir kennurunum, það er farið eftir reglum, það er ekki bara eitthvað svona glundróði eins og ég man svo vel eftir úr grunnskóla hérna í Reykjavík sko. Það virðist bara að því miður ekkert hafa breyst mikið sko. Mín börn enduðu öll í sko litlum skólum og meðal annars út af þessu að bara þegar komið yfir ólingsárin þá er sko skólalóðin er alveg rosaleg sko. Ef það er ekki ykkur ægi í skólanum og svona og í þessum stærri skólum að þá þekki ég enga skóla þessum að það er sko. Þá er þetta eins og ástand sem að þú ert að lýsa. En ég veit ekki alveg hvort að það séu bara sko reglurnar sem eru í þessum sérstaka skóla eða hvort það getur líka verið bara heildin að við kunnum ekki að halda utanum
svona það sem eru kannski 4 bekkir í árgangi eða 3 og allir saman út í frímínútum. Og það náttúrulega gildir lög frumskógarins. Já, og það náttúrulega þrífst svona óværa alveg. En það svona stærri umræða kannski skólakerfi. Þetta er samt tengt. Þetta er tengt, ekki spurning. Þetta er náttúrulega ákvörðun þá meirihlutans að bregðast ekki, að ganga ekki þannig frá skólalóðinni að hún sé örugt svæði fyrir þá sem að tilheyra minnihlutunum. En svo sem mjög áhugavert sem að þú lendi í Tryggvi og sagði mig frá og ég held að við höfum eitthvað snert á þessu líka þegar við lendum í þessu atviki sem ég sagði frá áðan að það er þetta með að það ekki ofbeldi eða sem sagt hegðun, ofbeldi eða eineltis hegðun sem snýst kynþátt, hún er ekki skráð sérstaklega. Þetta er bara sett undir einhvern eineltis hatt og það var ekki vilji þegar þú lendi í, það var ekki vilji fyrir þú getur segir þess að sögu þetta miklu betur en ég og það er svona eins og að þú veist að fólk er ekki tilbúið að horfa sér augu við þetta sé í gangi, já, þetta er bara eitthvað, þú veist, síðan svona krakkar eru krakkar og þú veist, það er bara að skikka þau til eitthvað svona almennt og það er ekki svona vilji til að taka á þessu vandamáli sérstaklega. Akkur haldið það sé að þar með séu við að gera þessu vandamáli herra undir höfðu heldur en öðrum eða sé Nei, ég er búin að vera í mikilli baráttu við skólayfirvöld að fá þetta skráð og þú og hef gengið ansi hart fram hvað það varðar og mín upplifun er svo að í rauninni sé þessi hræðsla við að þau börn sem að verða uppvísa svona að þetta fylgi þeim í gegnum sem sagt ferilinn, þetta fer á ferilskrána og þar eiginlega endar þetta í rauninni en mér finnst bara alveg glórulaust á þessum tímum að það sé ekki til neinn tölfræði yfir akkurat þessi atvik. Reykjavík á ekki neina tölfræði. Hvað þetta varðar. Og þarna erum við bara aftur með hliðstæðu við sem ég sagði áðan, kvenréttindabaráttuna skilur og það að þá talaði já við getum ekki verið að kæra þennan mann fyrir nauðgun, ég meina þetta mun eyðileggja starfsferil hans og svo framvegis. Það er ekkert að hugsa þann, það er bara að hugsa gerandan af því að gerandinn er meirihlutinn og gerandinn er við stjórn, hann er valdið í sjálfu sér Það verður að hafa svigrúm til þess að nota það og beita því eins og við höfum gert hingað til. Nei, og eins og ég segi, þú veist, þegar menn er ekki með þessa tölfræði þá í rauninni áttaði sig ekki á vandamálun og mér finnst þetta bara að vera einhvern svona strútseðli að stinga bara hausnum í sandinn og segja bara, þetta er ekki til og öll mín samskipti eins og til dæmis við skóla- og frístundasvið sem að hafa verið ansi hörð á köflum, eru í rauninni þau að hafa engan áhuga á þessu. Það verður bara að segjast eins og þér. Heldur þú hafi ekki áhuga á þessu eða heldur þú séu bara að ýta frá sér svona öllu áreiti eins og ég veit ekki með ykkur en stundu fær maður á tilfinningur þegar maður að eiga við þau opinbera það sé alltaf vera bara að reyna að ýta menn út úr biðstofunni það sé bara eiginlega litið, sagði með maður sem gerði könnun á dómsmálaráðuneytinu fyrir 35 árum. Það var algengasta orðið hjá starfsfólkinu var bögg. Það upplöðulega öll erindi almenning sem bögg. Heldur að viðbröð þín snúist sérstaklega þessu máli eða er þetta viðbröð bara nefndarsviðsins að ýta bara öllu, þú ert bara bögg eins og erindi hans eða hins eða Já, mér finnst það mörgu leyti og það sem er líka óþægilegt er að upplifa þessa tilfinningu að það er eins og skóla- og frístundasvið bara segi það er ekki kynþáttafordómar í skólunum okkar. Allt brefsefni og þess áttar sem kemur frá sviðinu er akkurat svona skrifað á þann hátt að þú veist að maður upplifir það eins og þetta sé ekki til staðar, maður sé bara að fabulera. En nú finnst mér það ótrúlegt út að segja þetta að sá sem skrifar þetta bréf trúi því í einlægni. Að kynþáttafordómar sé ekki vandamál í íslensku skólakerfi eða út á skólalóðinni. Já, en til dæmis þegar bara sem ágætis dæmi að þú veist, ég upplifi kynþáttafordóma og mér finnst ekki vera að tekið nógu vel á þeim. Ég sný mér að yfirmanni skólan sem er skóla- og frístundasvið. Og þar kemur bara skýrt fram í bréfsefni að þú veist að
sviðið líti ekki á þetta sem kynþáttafordóma og í rauninni sem sagt standi bara með skólanum í einu og öllu. Þannig þú ert afgreiður svona eins og Hveraland sem að tuða yfir einhverju sem ekkert Já, það er mín upplifun. Þú skiljir ekki málið. Já, það er mín upplifun. Skólinn stendur, skóla- og frístundasvið stendur alltaf með skólan. Hann í rauninni segir ekki, heyrðu, ok, þetta er ekki gott, við ætlum að skoða þetta. Það kemur aldrei neitt svoleið, sko, þú veist. En nú hafa orðið breytingar í samfélaginu og maður gæti sagt þess svo að fyrir kannski 20-25 árum og þá væri kannski eðlilegt að skóli hefði ekki einhverja svona einhverja ferla eða viðbragðsáætlun eða hvað þetta er kallað við að mæta kynþáttafordómum í skólastarfinu. En Ísland hefur breyst mikið og er fólk af alls konar uppruna, bæði brúnt fólk sem má rekja til Afríku og Norður Afríkanar og alls konar fólk sem ber með sér að það er af öðrum uppruna. Og það að taka á þessu er svolítið mikið mál og ég meina þú þarft að setja þig svolítið inn í þetta og kannski auðveldast að fara til Bandaríkjanna sem að hafa kannski svona lengstur reynslu af því að eiga við þetta með einhverjum hætti. Mér sýnist það svona þegar maður er að horfa á samanburðin á að það er opin umræð rasisma er í Bandaríkjunum á meðan hún er mjög veik í Evrópu út all lönd og menn geta bara hafnaði að rasismi skiptir einhverju máli þótt að virðist svona utanfrá séð alveg vera augljóst eins og rasismi gagnvart múslimum í Frakklandi og í Danmörku og eitthvað starf víða. Þannig þetta er stórt og mikið mál og kannski getur maður sagt á ef maður horfir svona kannski eðlilegt að einhver einn skólastjóri sem er kannski með 2-3 bekki í hverjum árgangi að hann einhvern veginn bara innleiði eitthvað svona þannig að maður myndi ætla að þetta ætti að koma þá að utan og þannig er það oft með vernd minnihlutahópa að þeir fá meiri vernd í borgin en í þorpinu, þeir kannast við það og ég meina hommanir okkar flúðu til Danmörku bara til þess að geta að lifa og þú veist að vera landur út á götu eða bara fá að vera til. Þannig að oft er það sko verndin ætti að koma eitthvað starf ofan. Verndin þarf sko en hún gerir það ekki. Hún þarf að gera það algjörlega af því að sko þetta er sko rasismi er náttúrulega búin til að hvítu fólki. Það er bara staðreynd, það er bara samþykkt. Við eigum þetta með húð og hári. Við eigum þetta með húð og hári og það er við sem þurfum að laga það. En við höfum náttúrulega, og það er tilhneigingin er auðvitað að kasta þessu tilbaka og segja, heyrðu þetta er bara ykkar vandamál, þið þurfum að díla við þetta. Og sem er bara dálítið það sem að þú ert að upplifa held ég. Já. Og þetta er ómeðvitað. Þetta er ekki eitthvað sem og það er einmitt ómeðvitað. Þú veist, það er meðvitað það er bara ekki, fólk fattar þetta ekki. Meðvitaðleysi er svona hugsunarleysi sko. Já. Og þú kannski ert í stöðu þar sem þú vinnur við að hafa hugsað þetta. Þannig að þú hefur eiginlega ekki alveg skjól í því að vera blankur. Ég held ég hefði sagt ykkur frá því þegar dóttir mín fór og kvartaði við rasisma í, held ég að það verið 12 ára bekk í Austurbæjarskóla. Og viðbröðin sem hún lýsti fyrir okkur var já, hvað finnst þér að eiga að gera skólastjórum við 12 ára barn? Já, nákvæmlega. Já, en það er ekki alveg skjól í þessu hugsun. Nei, sjálfsögðu ekki, það er ekkert skjól í því, ég er ekki að segja það sko, ég er að segja að þetta er svona bara, þetta er dálítið bara staðan sko og sko og svo bara svo að það sé sagt, ég er vissum að það er fullt af góðum hlutum sem gera svo sem líka sko, við erum að fókusera dálítið á það sem að illa fer sko og og það er auðvitað ömurlegt og við viljum gera betur og en svo er örgulega eins og segir, þú veist, þetta fer örgulega mjög mikið eftir skiluru þeim sem að ráða á hvernig stað og hvernig tekið á því og svona, því að það eru náttúrulega er ekki alveg til ferlar til að díla við þetta sko. En ætti það ekki koma bara frá menntamálaráðuneytinu? Það ætti algjörlega að gera það sko, ég er nú bara að segja að þetta er örgulega ekki allt slæmt skiluru en það vantar stefnu í þessu, það er alveg ljóst sko. Já. Og skráningu. Fyrst að við ætlum að leysa vandamál þá þurfum við að þekkja það. Já, það vantar upplýsingar og það vantar fræðslu og einmitt, þetta helst í hendur, það þarf að vera til staðar einhver þekking á málunu til þess að geta að díla við það sko og það er það sem að hefur ekki tekist að koma mjög sterkt inn sko. Nú þekki ég ekki hvernig svo sem
reglur eða neitt eru í þessum málum, sko, þú þekkja kannski betur en ég Tryggvi. Já, það var kom út skýrsla eða einhver samantekt frá einhverju starfshópi á Reykjavíkurborg fyrir 2 árum, held ég, minni mig, frekar en í fyrra, sem tekur á þessu en síðan hef ég ekki heyrt neitt meir hvað það var. Tók hvernig þessu? Þetta var bara fyrir held ég öll skólastigin og það var sem sagt farið einhverju ferilgreiningu og þess áttar. En ég held að þetta sé ennþá bara plagg, þetta ekkert komið til framkvæmdar í skólunum. Ég allavega ekki séð neitt við líka þar. En talandi þetta, sko, að þú veist, þetta þurfa að koma ofanfrá, að þar ég alveg hjartanlega sammála því að í skólakerfinu náttúrulega fullt að góðu og hæfu starfsfólki sem vill gera vel, sko, en í rauninni, sko, fær það ekki tækið eða tólinn til að meðhöndla svona og nú skipti strákurinn skóla eða fór yfir í unglingaskóla núna í haust og þar til dæmis mjög mikil skilningur á þessu og bara rétt fyrir jóla þar kom skólastjórinn til mín og sagði bara að hann hefði heyrt svona rasískt tal á göngunum og hann lítið það bara mjög alvarlegum augum og var mjög hugsi yfir þessu tali sem hann var að vitni að, þú veist hann. Snorri, þú nefnir kvennarhreyfinguna og við getum hreyfingu samkynhneigðra og fyrir gegn fordómum sem alltaf hluti af þessu og það líka, en þetta eru sko öflugar hreyfingar sem að börðust fyrir þessu, það var ekki þannig að kerfið, það var ekki fundur einhver staðar í einhver ráðuneyti sem ákvað að breyta einhvern veginn línunni gagnvart samkynhneigð, það var ekki þannig sko, það var bara barist fyrir þessu og við vorum með málsvara og eitthvað fleira. Þessi hópur, hann á ekki málsvara. Nei. Þetta er náttúrulega ofsalega nýtt fyrir okkur, sko. Þetta er alveg sko splungu nýtt vandamál á Íslandi, sko. Og það er bara rétt svona farið að dálítið úkku upp, sko. Auðvitað hafa verið einangruð atvik hitt og þetta ekki tíðina, efast ég ekki sko, en svona að þetta sé svona, þú veist, við erum náttúrulega bara, þú veist, að díla við það, þú veist, að síðustu 25 árum eða svo hefur bara útlendingum í landinu fjölgað sko fleiri 1000% sjálfsagt, sko. Og þannig að þetta er alveg sprungu nýtt fyrir okkur og við erum auðvitað að reka okkur á veggi og því miður auðvitað erum við ekki að læra neitt rosalega mikið af reynslu annara eða taka mikið lærdóm frá því að þetta er náttúrulega bara búið að vera að gerast allstaðar í Evrópu í mjög langan tíma og við þekkjum þetta bara mjög vel frá Norðurlöndunum, þannig að það búið að vera í fréttum frá Danmörku og Svíþjóð og Noregi í marga áratugi, sko, og Þýskalandi og víðar. Og við lifum náttúrulega með annan fótinn inn í sko bandarísku menningarheimi og þar ættum við að þekki þetta. Já, ég veit nú ekki hversu mikið ég myndi nota Bandaríkin sem fyrirmynd í þessum málum, sko. Nei, ég bara þetta fyrirbrigði sér til. Já, algjörlega. Það er miklu betra. Ég er ekki að halda frama Bandaríkjamenn sem gera allt rétt, sko. Þetta eru þeir kannski gróðrarstríðar rasismar, sko. Já, algjörlega. En það er vitundin í almennri umræðu að það sé hægt að ræða þetta sem að mér finnst að vera Evrópa að vera langt á eftir það. Vonandi mun að Evrópa ná þeirri umræðu upp og koma með aðra lausnir en Bandaríkjamenn. Það er miklu kraftur í umræðu þetta náttúrulega, þetta er miklu meira á yfirborðinu þar. Miklu meira á yfirborðinu þar, sko. Já, og svo til dæmis einhvern veginn nærandi ekki eins og ég fast sláandi varðandi í aðdraganda kosningana að þú þar var talað kvenréttindabaráttu, baráttu samkynhneigða, en það myndist enginn á baráttu. En við erum stolt af því að vera heimsmeistarar í þessu tvennu. Já, en er það ekki bara... Höldu því næstu í fram, ég held að sé stundum talað að við séum uppstar í öðru sæti í einhverjum lista hjá samkynhneigðum og oft erum við að skora hæst í kvenfrelsi. Jú. Og þetta er þjóðarstolt. Já. En eins og þú segir bara orðið heimsmeistarar í... En eins og þú segir, það þarf baráttu fyrir þessu. Þetta ekki gerir, þú veist, það er eitt sem að við vitum völd, að það sleppir engin tökum á völdum án þess að neyðist til þess. Það virðist vera bara þannig. Allavega engin valda hópur. Og þetta eru raunverulega bara völd. Þú talar ótta, sko. Þessi ótti og vanmáttur gagvart þegar óttin snýst einmitt þetta að missa tök á eitthvað sem við höfum til einhvers annars. Þetta er náttúrulega algjörlega hjá einum almenna Íslendingi, hann hristi bara hausinn og segir nei, af því þetta er algjörlega ómeðvitað. En þetta er samt sem áður bara staðreynd og þú veist, reynsla annar þjóða og rannsóknir fræðimanna á annað sína bara fram á það að þetta er þannig og ég vitna oft í
í bók sem ég las sem heitir White Privilege og eins og önnum annan verk alls ekkert gallalaust bók sko, en hún varpar ótrúlega áhugaverðu ljósi á á það hvers vegna hvítt fólk bregst við á þennan hátt sem við erum að tala með því að vera svona passíft. Og kjarnin í því sá að þegar að fólk bendir á að heyrðu, þetta nú þetta er rasíst viðhorf eða þetta er rasíst eða þetta eru fordómar að þá að því að sagan okkar er þannig að við erum búin að hegða okkur á þennan hátt ansi lengi, þannig að ef við samþykjum það að einhver ákveðnir hlutir sem eru svona ekki þessi top level sko aggressífu rasíska hegðun sko, heldur þessi meira passífa, að ef við samþykjum það að hann eða hún hafi verið að gera eða segja eitthvað rasíst, þá erum við að segja að við séum það líka af því að við vitum að við erum segum þetta og þetta er ótrúlega og þess vegna förum við ofboðslega oft og það er eitthvað leiti held ég það sem þú ert að upplifa. Þess vegna förum við í vörn fyrir kerfin okkar. Við förum í vörn fyrir fyrir það hvernig þetta hefur alltaf verið svona. Og líka bara svona daglega hegðun eins og það er kannski mjög skýrt þegar fólk er að verja sko húmor, að hlæja einhverjum stereotypískum homma eða einhverjum blondínu brandara eða típist dæmi. Og þá segir fólk sko hvað má ég eins og þessi vera að taka eitthvað af því og það er akkurat þessi varnabröð sem viðbröð sem þú ert að lýsa því að gangast við því að þá ertu eiginlega að gangast við allir hlátrinum sko. Og staðreyndin er bara svo að ég hef átt þetta samtal við margar sko og sumir sem eru svona víðsýnt víðsýnt fólk þau fatta þetta, já einmitt og segja svo bara líkulega þegar ég lít til sögunar og þegar ég lít til umhverfisins sem ég elst upp í þá væri óeðlilegt að ég hefði ekki rasíska tendensa af því að allt sem við höfum verið mötuð á gegnum æfina er svo að hvíti maðurinn sé betri heldur en allir aðrir. Það er bara þess vegna er svo mikilvægt að byrja strax í skólakerfinu að innleiða í rauninni hvíta meirihlutann þannig að innleiða hjá hvíta meirihlutanum að þetta sé ekki hættulegt. Þú þurfir ekki að fara í vörn. Þetta sé bara, brúnt fólk er bara fólk eins og við. Það er alveg jafn gáað og það er alveg jafn gott í íþróttum og svo mætti lengi og skapa þá svona farveg fyrir nýjan kultúr hjá svona meginþorranum. Já. Þetta mun ekki laga þann sem að fer síðan heim til sín og þarf að hlusta á rasíska foreldra sína. Nei, og ég held að við náum aldrei að laga það sko, en leiðu úr komið með hann að þögla meirihluta á þitt band og hann lætur ekki bjóða þessi svona framkomu. Þá held ég að þessi litli minnihluti, rasíski, að hann bara minki og minki, minna. Og fær ekki frítt spil. Nei, og fær ekki að skapa meiri eyðileggingu og fólk fær að vera í friði fyrir honum. Þeir geta verið í sínu horni eitthvað staðar að praktisera sína fordóma skilur en ég meina eins og við sjáum bara því að nú verða setja Trump í embætti í gær, ég meina við sjáum bara hvað gerist þegar að þessum röddum er ljáð þegar fólk fær plattform lögmæti, eins og sagt já, lögmæti, þetta bara springur eins og íslensk stjórnmálastétt gerði að mörgu leyti, síðastliðin 2 ár með auknum þunga má ég spyrja ykkur að því að ég nefna þetta lögmæti, þar sem að sko ráða fólk opnar svona fyrir að það kalla hundablístur ef þau eru ekki meðvitað að reyna að laga til sín atkvæði, kannski bara rasískt fólk að það sem er verið að tala innflytjendur og fólk oft frá sem er kallað ólíkur menningarheimi eins og formaður Sjálfstæðisflokksins orðaða að upplifið þið á ykkar heimili að þessi umræða sé ógn við ykkar öryggi og barnan ykkar? Sko ekki ég persónulega. Ég sé í gegnum þetta. Ég veit hvað þetta er og ég bjó náttúrulega í Bandaríkjunum lengi. Kona mín er svört frá Suðurríkjum Bandaríkjana. Ekkert af þessu er nýtt fyrir hvorki henni né mér. Og sko
þrátt fyrir allt, þá þetta nú ekkert svo slæmt á Íslandi. Gæti verið miklu verra og miklu verra mjög víða. Við megum alveg vera þakklátt fyrir það. Þó að sé þetta ömurlegt að lenda í hlutum eins og sonur þinn að lenda í, skilur. Það að ég segi það að þetta sé betra hér, það hjálpar því ekkert, skilur. Ég skil það alveg fullkomlega, sjálfsögðu. En sko, nei, ég upplýði ekki neina ógn þannig persónulega, en ég veit að ég skil alveg hættuna í þessu og ég skil alveg sko að ógnin miklu meiri hjá sko þeim sem eru verð staddir en ég. Ég hafði þann lúksus að ég gat skipt skóla fyrir strákana mína og skilur, þú veist, ég hef það mjög gott og mín fjölskylda við höfum það mjög gott, en það alls ekki allir þar. Og þegar við erum að tala flóttafólk frá Sýrlandi eða Palestínu eða eitthvað slíkt, skilur, það þar sem að hættan ógnin þú veist. Ég er forréttindamanni, skilur. Þannig að það ekki þannig þegar það kemur frétt einhver stjórnmálamann sem að segja eitthvað svona, þá komið svona hugsun, holy shit, nú byrjar þetta, sko. Hættan sér svo, þetta gæti sko bara opnað eitthvað orðið verra. Og þú veist, og ég þá að vísa til eitthvað sem að þú ert eiginlega á vaktinni, þannig að þú varst eiginlega ekki að hlusta á fréttirnar og allt í einu heyrur þetta. Af því að þetta viðvarandi ógn að þetta getur sprungið út í eitthvað sko, af því að þetta svo þunnt. Vissulega, en fyrir mína parta þá hugsa ég meira þessa viðkvæmari þegna sko, sem eru miklu viðkvæmari fyrir þessu, hafa minna bakland. Tryggvi, stuðar þessu umræða þig? Já, hún gerir það í rauninni sko, og ég verð bara hálft dapur að svona umræða komist upp á yfirborðið, af því að eins og þú segir sko, að þú veist, þetta svo þunnt, það þarf svo lítið til að já, og ég og ég eiginlega bara fyllist bara verð sorgmættur í hjartaninu. Það svona viðbrögð þar sem að maður heyrir eitthvað sem að maður hefur ekki alveg töku yfir, en svona hægt og bítandi að grafa undan manni. Þá það svona lamandi viðbrögð sem ég veit ekki hvað margir kannast við. Þetta vanmáttur auðvitað. Vanmáttur sem þessu sem að... En svo líka sko, svo hef ég upplifað líka nýlega mjög merkjanlega og ánægilega breytingu í viðhorfi fólks hvað varðar þessi mál, og þetta eru bara svona litli hlutir sko, bara sem að hversdagslegi hlutir í raun og veru sem hafa gerst sko. Það sem ég hef sérstaklega tekið eftir því bara fólk hefði ekki brugðist svona við fyrir 10 árum á jákvæðan hátt sem sagt. Og það auðvitað, þú veist, þannig að það alveg, þú veist, ég held að við séum alveg ég held að almenningur enn og aftur þessi þögli meirihluti sko, ég held að hann vilji vel og segir, þú veist, ef það verið að tala um rasisma að þá sé fólk yfirgnæfandi meirihluti fólks bara, þú veist, nei, ég er ekki þar og ég vil það ekki og ég vil ekki að það sé. En það gerir sér ekki grein fyrir því, það skilur ekki hvað þetta þýðir sko. Það gerir sér ekki grein fyrir því, það segir að ég segi aldrei ennorðið og ég mismuna aldrei neinum, þú veist, út af húðlit eða neitt svoleið sko. En það gerir sér ekki grein fyrir því að þetta svo miklu meira en það og að því að það einfaldlega skilur það ekki. Og það ekkert hægt að ásaka það fyrir það beinlínis, en þetta bara mjög flókið mál að átta sig á. Þannig að ég held að með aukinni fræðslu þá þurfum við að reyna að ná til fleiri á þennan hátt sko. Og ég sé alveg merki þess að það gerist sko. En það er að tala sko breytingar í svona bara í menningunni og til einstaklinga. Já. En að sömuleyti erum við líka að tala svona kerfin okkar. Algjörlega. Því vorum að tala um kvennarhreyfinguna og samkynhneigðra og sem hafa haft öfluga réttindabaráttu, og gæti með að sé þetta fyrir sig þannig að kerfin, þau beygja sig undan þessari baráttu og beygja sig undir kvennabaráttuna, og svo náttúrulega fjölgar svo mikið, ef við erum að tala skólan, það fjölgar svo mikið konum bara sem eru kennarar og fleira, þannig að kerfi breytist.
kannski enn meira áberandi í baráttu samkynniðra þar sem að skólakerfi á sömuriti segir já, býtu, já, nú erum við að gera eitthvað vitlaust hvað finnst þér ykkur að við að gera og þið kannist við það að samtöki 78 eru komin með fræðsluefni inn í skólana og þá sömuriti skólanir að gera svona og segja ég bara skil ekkert í hvað þið viljið eiginlega en ég vil bara hegða mig vel og svona þannig að ég hlýði bara en það er ekki raunverulega svona eins og kultúrísk breyting innanfrá því að þá ætti skólakerfið auðveldra með að segja já, við erum að gera það sama með brúna og já og þú veist þá kemur þetta innan úr skólanum og væri eitt af megin einkennum skólana að eiga við þetta en að sumuleyti þá eru þeir einhvern veginn svona og eru að bíða eftir því að kröfunar komum hvað á ég að gera þið verður bara að segja mér það Ég held að breytingar eigi sér alltaf stað svona sko að það er grasrótarþrýstingur sem að breytir kerfunum sko En þá erum við að því að nú er ég að tala við 2 feður svona eftir nokkur ára þá myndi ég kannski tala við 2 uppkomin börn af því að það er alltaf þannig að foreldrar og svo uppkomin börn geta tjáð þessi svo fátækt barna og svona, ég get ekki verið með fátækt börn í viðtölu eða ég get ekki verið með börn í viðtölum svona, þau get ekki reikið sína eigin hagsmunabaráttu en svo ætti ég líka að vera með formann brúnna Íslendinga og gjaldkýra Já, en sko talandi þessi kerfi sko, að mér finnst þessi umræða sem er alltaf að kerfið sé hinsegin og kerfið sé svona að þú veist, mér finnst þetta svo auðveld útlið hvað það var þar að því að kerfið er náttúrulega mannanna verk og það er fólk sem vinnur í kerfinu og heldur því gangandi þú veist, þannig að mér finnst ekki hægt að segja, þú veist, við getum ekki gert þetta svona af því að kerfið er bara svona. En það ekki þannig að ég er allur að vilja gerður sem kennari, að þá verði ég að fá stuðning eitthvað staðar með svona eitthvað prógram og fleira og því að ég get ekki farið sjálfur að kafa og rannsaka máliðum bara einn og sér. Nei. En þóst þú hefði kerfin ekki góða kennara, þá við þurfum að hafa þetta hvort að tekja, sko. Ég veit það, það er alveg rétt, sko. Og þar finnst mér skóla og frístundasvið bara bregðast. Þeir taka ekki. Nú til dæmis kemur póstur frá skóla og frístundasviði núna bara í þessari viku miðlalæsi. Mánuður miðlalæsis. Mér datt í hug. Kemur svo menningarlæsi í febrúar. Fjölmenningarlæsi mennar þú? Já, fjölmenningar, já. Einmitt. Þú veist, ég efast það. Og þið eru að gjá að slá þetta af því þetta er mikilvægt og þín börn gætu átt betri daga. Þetta er mjög mikilvægt og líka sko það sem er líka mjög mikilvægt er það og kannski ætlaði þú að fara að segja það þetta er gott fyrir alla það njóta allir góðs af því þegar að réttlætið vex það er ekkit bara fyrir okkur og börnin okkar það mun öllum líða betur af því að það er valdefling allra að við séum öll jöfn það er bara, þú veist, fræðslan að því að eins og þú sagðir áðan sko, að rótin að þessum fordómum er ótti og sko það að losa fólk undan þessum ótta það er bara rosalega verðmæti það er rosalega frelsi í því fyrir alla og það mun öllum líða betur, það mun öllum ganga betur Já, og það sem í rauninni til dæmis svíður mest er að sjá sko að fyrir 7 árum gengur drengurinn kátur og hress inn í skólakerfið í Reykjavík. Þegar hann útskrifaðist úr þessum barnaskóla barnaskóla held ég þetta sé kallað. Þetta er grunnskóli en barnaskóli er svona 12 ára? Já, upp að 12 ára. Þeir eru bjólingadeildir? Já, þá bara labbar hann út með brotna sjálfsmynd og hefur ekki trú á sjálfum sér í samskipti við einn henni. Það er alveg bara hrikalega sorglegt að horfa upp á það. Og það er bara endurtekin niðurbrot á hálfu nemenda og í rauninni sko þessi endurgjöfs sem er í rauninni, það segir einhver ljótt við þig eða smættar kynþáttin eða eitthvað svoleiðis. Hann þarf ekki að standa fyrir framan eða og biðjast afsökunar. Og þannig að barnið fær aldrei í rauninni endurgjöf á því að þessi hafi sagt eða hún hafi sagt eitthvað ljótt við þig og það sé banna.
Hann fær ekki stuðning samfélagsins. Nei, skóla styður ekki við hann. Nei. En við lentum akkurat í þessu og þar var þetta gert nefnilega, sko. Já. Það var bara kallað til fundur. Já. Þar sem að þessi strákur og sonu minn voru bara saman og það talað þetta og honum er gert grein fyrir því að þetta sé ekki í lagi. Já. Og hérna, þú veist, það var, og mér finnst það vera alveg basic, skilur, það er bara alveg basic, þú veist, það er að minnsta sem þú getur gert, sko. Já. Þá þarf þetta að gera grein fyrir því að þetta sé ofbeldi sem hefur þessi afleiðingar sem að Tryggvi að lýsa. Já. En það er ekki almenn trú. Nei. Það er svona hvað að fara að væla eitthvað við þessu og ég menn annað eins og nú gerst, það er svona svolítið stemmingin og þá horfir fólk fram hjá því að þetta er ekki bara þetta eina atvik, heldur er þetta linnulaust svona smá áreiti og það sem og við erum náttúrulega hópdýr og þraut sjálfuð í því að búa til goggunaraðir og það er eitthvað sem er skilinn eftir hann að neðst fyrir það sem að hann ræður ekkit við. Vissulega. Og fær aldrei séns. Og hvað fáum við út úr svona kerfi, sko? Við fáum reiða og brotna einstaklinga. Akkurat. Snorri, að þú varst að segja að það sé alveg augljóst að það sé enginn að gefa, óttið við að missa og svona sé svona blekking, að ef við búum til betra samfélag þá lyftast allir, líka meiri hlutin ef hann þó svo hann þurfa að neita sér að vera að hlæja af einhverjum tiltöku bröndurum og öllu þessu. Þá finnst manni svona, og kannski ég bara, þú veist, maður horfir bara á heiminn eins og maður gerir, en mér finnst það svona eiginlega, svona undanferði kannski svona 1,5 ár hef ég verið að velta fyrir mér, líka í tengslu við Sigurð Trump og þennan stjórnlausa yfirgang Elon Musk yfir bara allan heiminn einhvern veginn. Já. Það sem eiginlega hugmyndir svo að, menn trúðu þessu og við ólust upp á tímum þar sem þetta var trú, að ég held að það hafi verið bara trú á samfélögum Vesturlanda að við værum almennt að fara til meiri jafnaðar og það sem að meiri réttinda aldra. Akkurat. En núna finnst mér þessu rættinda að vera orðnar svo hávara sem segja, nei, veistu það, ég hef bara engan áhuga á því. Þú veist, ég er með stöðu og það er ekki tilvílu fyrir það að ég svíf fyrir ofan einhverja aðra og ætlar að taka af mér valdi sem ég hef einmitt til þess að niðurlægja þig eða gera eitthvað slíkt og ætlar að bara, er þetta eitthvað svona þræla siðferði á að fara innlega allt í nöfnum að sjá að vera auglýsta fyrirlestur Nietzsche og fleira. Þar sem þetta er öfulega bara, þetta er það sem eyðileggur menningun okkar. Þetta að vera alltaf að standa með hennum veika, þá verður samfélag okkar bara veikt á endanum. Við höfum að standa með hennum sterka og þá verður samfélagi sterkt. Og ég hef aldrei heyrt svona meiri, ég man eftir þegar ég var á kannski svona 20 og svona, þetta er svona ungherra derringur sem að kemur fram held ég með hverju kynslóð, maður man aðeins eftir þessu þannig. Ég man ekki eftir þessu röddu svona sterkum bara í menningarlegri umræðu. Og þá er ég að tala ekki, þú veist, hámenningarlegt eitthvað, ekki í kiljunni eða eitthvað, heldur bara í bara öllu tali. Ég hef aldrei séð þetta áður eftir. Þetta er að trenda alveg big time, sko. Það er engin spurning, sko. Og það er náttúrulega bara, fólk er búið að vera að vara við þessu, stjórnmálaspekulant er búin að vera að vara við þessu í núna góð, 10 ár er það ekki? Að þessi fasíska hægri sveifla sé bara mjög ókveikjandi, sko. Ég meina... Já, en þá komum við kannski bara aftur af þessu sama að, þú veist, er þetta ekki bara ótti? Vesturlanda búa við, þú veist, nú er farið að þrýsta á frá til dæmis fyrirverandi nýlendum, það er flyst inn fullt af fólki inn til Evrópu frá þessum nýlendum sem að búið að eða hafa aldrei náð vopnum sínum þannig að séð þannig að og þar fram eftir göttunum og þá fara menn út í einhverja svona skringilegar skringilegan pólitískan hugsunarhátt sem er svona fasískur og engum til gagns. Kannski er söluröðan hinum megin frá ekki nógu sterk. Það var mjög gott að heyra Snorra að fara með hana og ég hugsaði með hana að fara með hana að þetta er ekki oft sem að fólk fer með þessu ræðu, sko. Sem er hvað? Sem er það að við hefðum öll samið hæga því að gefa öllum meiri séns. Því meiri virðing sem að við gefum frá okkur, að því betra samfélag verður í kringum okkur. Við líðum auðvitað á tímum ofboðslegrar einstaklingshyggju, sko, sem er þú veist, sem að við skellum skuldinni dálítið á samfélagsmiðlana og svona hitt og þetta, sko, og peningahyggjuna, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hver er orsökin en ég held að sé
hægt að ég held að séu fáir sem að myndu mæla því mót að við búum við ofboðslega einstaklishyggju í dag sem sennilega meira en nokkur sinni áður sko. Sem henta betur þeim sem að eru sterkari og vilja venda réttin sterka til að kúa hinn veika. Þess vegna held ég sko líka að þetta að við bara konfronterum það að við erum vandamáli. Hvíti forréttindahópurinn, hann er vandamálið og hann í rauninni ætti að sjá sér hagið því að lyfta upp sem sagt öllu klabbinu, öllu samfélaginu á sitt level eða. Hann er að veikja og skerða sína framtíð með því að halda aftur af þeim sem ekki tilheyra einum stóra meirihluta. Og það þarf að hjálpa okkur til þess að komast þangað sko. Já, nákvæmlega. Það þarf að hjálpa okkur til þess að viðkenna þennan ótta og að geta tekist á við hann. Og þetta er það sem Nelson Mandela lagði mest áherslu á í samningaviðræðum sínum við hvíta minnihlutann í Suður-Afríku sko. Hann sagði the suppressor must be helped to stop suppressing eða eitthvað slíkt. Ég var örugglega að fara illa með kvóti sko, en það þarf að hjálpa þeim sem að kúar hannum í sjálfu sér til þess að losna undan sinni eigin kúun eiginlega. Þetta er náttúrulega algjört öfugmæli sko, þverstæða, en þetta er samt sem áður sagt og við sjáum þetta bara ef við tökum þetta bara yfir í sko bara ofbeldissamband, þú veist alveg sama hvað það er, hvort sem það er inn á heimili eða í kynferðisofbeldi eða hvað sem er sko, að gerandinn er alltaf veikur, hann er alltaf illa þjakaður af einhverju og það þarf að hjálpa. Það er alltaf ekki betra með því að láta undan löngu sinni til kúnar. Og hann þarf hjálp til að komast út úr því sko. Og við erum auðvitað að bregðast þar alveg hægri vinstri eins og við tökum hann bara og setjum hann í fangelsi og hann verður bara verri sko, oftast. En þetta er rosa kjarnin í því sem að þarf að gera til að díla við svona vandamál. Já, þetta er nefnilega akkurat sú upplifun sem að ég hef á þessu samfélagi er það að við hvíti meirihlutin, við erum bara veik hvað þetta snertir. Að við bara tæklum ekki það að taka á móti fólki annars staðar frá á mannsamhendi og bara uppbyggilegan og fallegan hátt sko. Og veik á þá svona hversdagslegan hátt með við söguna eins og þú vísar í kvennabarátuna. Við erum kannski á sömu stöðu og svona bara illa leiknar karlrembur 1965 eða svo. Já, í þessu máli. Já, ég meina það er bara hræddum eigin hag og að missa spónur askjókar alltaf sko. Og svo held ég líka sko að það sé sko ég held að sé mjög flókið að fyrir einstakling að ég meina ímynduð ykkur ef að þið myndu bara þurfa að rífa allt upp með rótum og flytjast til Afganistan. Ég meina það væri mjög flókið fyrir ykkur og fyrir okkur og fyrir mig. Það sé mjög flókið að flytja svona milli menningar heima og milli landa og tala nú ekki að það er gert í neyð. En alveg sama hverja forsendunir eru fyrir því, þá er það bara flókið að koma inn í samfélag sem er allt öðru heldur en sem þá þekkir og auðvitað eru árekstar, en ég held að sé líka mjög flókið að taka á móti og það þarf að vanda sig við það og það er ekkert einfalt að gera það og ég held að við tókum á móti 5.000 Úkraínu búum bara á 2 mánuðum eða ári eða hvað það var og það er bara, og þar var svona rosalega sko, það var aðgerð sem var skipulögð á einhverju leveli. Já, ekki mjög djúpt. Nei, en það var samt eitthvað. Það var verið að redda fólki húsnæði, það fekk kennitölur, það gat farið að vinna og það var búið til pláss í skólum fyrir það. Þannig að hér var eitthvað gert sko. Nei, það var ekkert dýp. Svo var svona ákveðið samfélag sem tók líka við þessu, það var mikil það var mikil velvilji með húsgögn og heimilistæki og það var rekin hér eiginlega á svona næstu enga bara svona móttökumiðstöð eða svona félagsmiðstöð þess að fólk átt komið, þannig að samfélagið var mjög virt allavega mjög framan af. Já,
og þetta skilur þarna var, og það, eins og segir, grund, það var ekkert hugsað, það var bara verið að hugsa rétt svona viku fram í tíman. Fyrir þessa 5.000 til dæmis. Nei, það var bara verið að hugsa kannski rétt viku eða mánuð fram í tíman og svo framvegis, sko, og fólk fekk kennitölu í 1 ár og eitthvað svona og bla bla bla, svo veit ég ekkert hvað gerðist með það, en þarna var allavega, þú veist, það sem var gert var vel gert, sko. En svona í stóru myndinni þá erum við að díla við vandamál sem virðist ekkert, og talandi eftir gervin, það virðist ekkert voðalega mikið vera svona hugsað, þú veist, ok, hvað að fara að gerast í þessum, þú veist, í þessum málum, svona þegar að svona framlíða stundir. Eitt af því að við erum að tala að erfiðleika fólksins sem að hingað kemur, að það kemur með svona farangur. Mér finnst það líka að vera eitt af því sem að mér finnst meira áberandi í umræðinni. Það einhvern veginn, þetta kemur fólk frá stríðsjáð, fólk með svo rosaleg vandamál og svona eins og við eigum ekki að koma nálægt í. Því að þetta fólk kemur bara með svo mikil vandamál með sér. Og í gær var ég að tala við hann Kusai O'Day sem íslenskur palestínskur aktivisti. Já. Og hann var að fagna hér vopnahlénu, stórkostlegum sigri palestínumanna sem að unnu þetta brjálæðslega her og öll öflugustu ríki heims bara með því að vera og ekki að fara og ekki að víkja og mikill fögnuður. En ég var að spyrja hann þetta, því að það fylgir oft, þú veist, að við bara ég vissum að þið hafi heyrt þetta líka svona, eins og að við ættum bara ekki að taka á móti þessu fólki, við getum tekið móti þessu fólki, en þetta fólk það bara fylgir allt og mikill vandi með. Sú afstaða færist náttúrulega yfir á alla bara sem líta öðruvísi út. Ungar konur með slæður og brúna drengi og allt í einu þarna, ég ekkert að mér hérna, ég bara hvítur, en þarna eitthvað vandamálabóki. Jú, þetta. Það þessi öðrun bara, jaðarsett fólk öðruvísi og því fylgja vandamál sem að ég skil ekki. Ég hins vegar með fullt af vandamálum, sko, en að því að þetta eru universal vandamálin okkar, þá erum við ekkert að vesenast með það, við kunnum bara lausnir á þeim eða þykjumst kunna lausnir á þeim. Svo kemur bara eitthvað öðruvísi vandamál og við viljum ekki díla við það, sko. Það náttúrulega bara, þetta náttúrulega allt voðalega mannlegt bara, þú veist, þetta svona bara, við gerum svona hluti bara, þetta bara fólk fólk og bla 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 og allt það, og ég ekkert að búa til afsakanir, þetta bara, þú veist, þetta bara gangur sögunar, en við getum alltaf gert betur og við viljum gera betur. En svo held ég líka að þetta sé notað, sko, í akkurat þessum tilgangi að tala niður, af því að ég menna það fólk, það örugglega fullt af fólki sem kemur hérna með stóran bakpoka, sko, sneisafullan af alls konar vandamálum eða málum sem þarf að tækla úr. Og en enga síður, sko, þú veist, líka örugglega fullt af fólki sem kemur hérna sem bara lappar inn í samfélagið og fungerandi. Að sjálfsögðu. Og fullt af fólki sem kemur alltaf líka sem bara með mjög mikla hæfileika. Og þó svo að fólk geti verið með tráma vegna stríða og annað, skilur, þá geta verið mjög færi skurðlæknar eða hvað sem skilur, og þetta auður líka, sko, þetta auðæfi, sko. Já, og það held ég að, sko, sé alveg eigin skissa í samfélaginu að við lítum aldrei á þetta sem auðæfi. Þú veist, alltaf sem kostnað. Alltaf sem kostnað og alltaf eitthvað neikvæð nálgun á, sem sagt, fólk sem kemur hingað til landsins, og Ég pröfaði eins og að reikna þetta í fjár hvað Íslands samfélag greiddi mikla peninga á því að fullorðin einstaklingur eftir skólamenntun og fleira kæmi hingað. Flestir að koma svona kannski 25, 32 eitthvað svona þeim aldri sem að koma hérna fyrst. Þá var það, ég held þetta að verið fyrir svona 3 ár, þá var það 84 milljónir. Ég var að stinga upp á því að við myndum skjóta upp rakettu í hver skipti sem einhver kæminga, það því að við höfum að græða svo mikið. Það myndi kannski endurnýja þessa útreikninga eitthvað. En þetta finnst mér svolítið, að þetta eiginlega aldrei á borðunni, það alltaf verið að horfa á eitthvað svona kostnað við, og þá kannski einhver öfgafull dæmi eins og eitthvað sko ofbeldismenn sem í fangelsum og taka upp nöfn einhverja fyrrverandi forseta og fleira, sem látið vera lítið út yfir hinn. Og svo þetta sem ég var að reyna að koma að núna sem að ekkert var sagt við mig við töluðum illum fólk undir því yfirvarpi að okkur þetta væntu það. Og þá var það að stundum þegar að vera að tala svona alla erfiðleikana sem að fólk hefur gengið gegnum, þá erum við kannski í reynd að tala fólki niður og tala illum það, undir því yfirskynni að við höfum fullan skilning á öllu því sem hefur á reynd. En svo niðurstaðan kannski svo að þetta sé eiginlega bara ónýtt fólk.
og sé ekki, geti aldrei gefið okkur eitthvað gott inn í samfélagið. Sko. Nei, og svo finnst mér eins og til dæmis með Venesúela-búana sem að komu, ég veit ekki hvort þessi ef ennþá að koma hingað, að þú veist, hvað var ekki 85% atvinnuþátttaka hjá þessu fólki, komandi úr þessu skelfilega landi. Sem okkur sagt. Það var eftir að koma í ljós hvort að það verði sendt aftur og það sama með Úkraínufólkið. En það fekk tímabundið. Þannig það eftir að koma í ljós hvað stjórnvöld gera svo við það fólk að má vel vera við sem að fara að horfa á endurflutninga á fólki sem kannski búið að búa hér í 4-5 ár. Já, en talandi kostnað sko. Ég myndist á þetta í beinu framaldi að kostnaðnum. Það er náttúrulega ekki kostnaðar að þessu fólki sem að lappar hér inn í vinnu og Nei, og það er ekkert sem sýnir fram á það, það er bara til heilu bókasöfnina rannsóknum sem sýna fram á það er alltaf hagur, peningalegur hagur, bara endalaus hagur samfélagsins á að taka á móti fólki. Já. En það bara skiptir ekki máli á móti hinu sem er eitthvað mér bara finnst. Já. Ég vil ekki láta af forréttindastöðu minni, ég vil ekki bara virðingu fyrir öllum, því ég vil ekki vera ég vil vera efst á hrugnum og galaðar. Já, þetta sýnir þetta er í Bandaríkjunum líka, þú veist, Bandaríkjunum er náttúrulega bara innflytjenda samfélag sko og það er alveg sama hvað öll tölfræði sýnir þetta alltaf sko. Þá er bara þú veist er ákveðin hópur stjórnmálafólks sem að manipulera bara sannleikann þannig að fólk kaupir það sko, að þetta sé þú veist, eins og skopmyndin af auðjöfrunum með allar kökurnar og ein kaka eftir og verkamaðurinn og innflytjandinn og eða slást um það. Já, eða slást um eina kökur. Og verkamaðurinn að trúa því að þessi innflytjandi sem að taka um kökurnar. Já. Þetta er náttúrulega bara gömul saga sko. Herðu, Tryggvi og Snorri, kæri þakki fyrir að koma hingað. Við ætlum að ræða aðeins meira kynþáttafordóma og rasisma á svona næstu vikum, fá fólk sem að hefur þekkingu á málinu, rannsakað að skoða það, en líka fólk sem hefur reynslu. Og ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hingað og kveikja upp í þessu umræðu. Takk sem þess. Takk fyrir. En Rauðaborðið heldur áfram, hér eftir örstutt hlé er næsti kafli. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.